Fimmti liður í dag eru siðareglur fyrir kjörna fulltrúa og ráðna stjórnendur Akureyrarbæjar og það bæjarstjóri sem hefur umræðuna. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, tilefni þessar umræðu, byrjaði að rekja það aðeins. Það má í rauninni tengja það við landsþing Samband íslenskra sveitarfélaga sem haldið var í mars á þessu ári, þar sem að samþykkt var eftirfarandi bókun með leyfi forseta. Landsþing Sambands íslenskra sveitarfélaga mælir með því að sveitarstjórnin setji sér siðareglur. Landsþingið samþykkir að á vegum sambandsins verði kynntar hugmyndir af fyrirmyndum að siðareglum sveitarstjórna. Landsþingið samþykkir að á vegum sambandsins verði hugað því að setja á fót sameiginlega siðanefnd sveitarfélaga. Landsþingið samþykkir að unnið verði á vegum sambandsins að tillögum að nauðsynlegum lagabreytingum í þessum efnum. Að sjálfsögðu byggir þessi samþykkt á umræðu sem hefur átt sér stað á undanförnum misserum og árum þess vegna varðandi það hvort æskilegt sé eða nauðsynlegt að setja siðareglur fyrir þann hóp sem hér ræðir, sem eru þá annars vegar starfsmenn sveitarfélaga og hins vegar kjörnir fulltrúar. Á vegum sambandsins starfaði svokallaður lýðræðishópur sem meðal annars fékk þetta mál til umfjöllunar og það voru tillögur hans sem að urðu kveikjan að þessari bókun sem að ég vitnaði í hér áðan. Og ef við svona aðeins veltum þessu máli fyrir okkur og spyrjum okkur að því hvað við ætlum að gera með slíkar reglur og hversu nauðsynlegar það séu, til hvers þær séu, þá getum við þetta haft langt mál og töluverðar hugleiðingar það, en það má kannski segja að siðareglur séu nokkuð svona viðbót við formlegar kröfur, formlegar stjórnsýslukröfur sem að eru til samkvæmt lögum og reglum. Og siðareglurnar eiga í rauninni að setja ákveðin ramma, viðbótar ramma það starf sem að menn sinna. Í þessu tilviki erum við að tala starf bæjarfulltrúa og kjörinna fulltrúa og hugsanlega starfsmanna eftir því hversu víðtækar menn vilja hafa reglurnar. Og með öðrum orðum mætti kannski segja að þetta sé tilraun til þess að ramma inn það hvað teljist rétt og viðeigandi breytni þeirra sem að starfa eða beita sér á viðkomandi sviði. Nú, þegar við erum að tala siðareglur kjörinna fulltrúa, þeirra sem eru valdir til þess að starfa fyrir hönd íbúa á hverju svæði fyrir sig eða landsins alls, þá hljóta þær að byggja á svona þeim gildum sem við teljum mestu máli skipta fyrir þann hóp. Og menn geta haft kannski svolítið mismunandi skoðanir á því hvaða gildi það ætti að vera, en við getum nefnt gildi eins og óhlutdrægni, heiðarleika, ábyrgð og fleiri mætti að sjálfsögðu telja sem að ætti að vera kannski grunnur að reglum sem þessum. Nú, í þeim gögnum sem að dreift var til bæjarfulltrúa í tengslum við þessa umræðu þá var meðal annars dreift reglum sem voru samþykktar af sveitarstjórnarþingi Evrópuráðsins árið 2004 hefur mann rétt, eða í það minnsta held ég að þeim hafi verið á þar verið vísað í gögnunum. Ég sé að einhver bæjarfulltrúi hristir höfuðið og þá biðst það ásökunar á því ef við farum með langt mál hvað það varðar. Já, þar í þessum þeim reglum er að finna ágætis svona rökstuðning eða hugleiðingar það til hvers svona reglur eru settar og ég langar bara svona aðeins að vitna óbeint í hluta af því sem að þar stendur markmiðið með reglunum. Þar segir sveitarstjórnarþingið meðal annars að það sé hlutverk reglnanna að kjörnir fulltrúar í sveitarstjórnum og héraðsstjórnum, en reglurnar ná til beggja þessara hópa hjá Evrópubandalaginu, gegni skyldum sínum innan ramma laga og í samræmi við það umboð sem kjósendur hafa veitt þeim, að þeir beri ábyrgð gagnvart íbúunum í heild en ekki bara gagnvart þeim sem að völdu þá til starfa. Og þetta eru auðvitað dæmi þessa óhlutdrægni sem við verðum að temja okkur sem kjörnir fulltrúar. Við erum fulltrúar allra íbúa þó við séum kosin eða valin af hlutaíbúa. Það er líka bent á það að í þessum reglum ferist það að þeir sem til þessara starfa veljist að þeir
tilengi sér virðingu fyrir siðferðilegum gildum. Það bent á það að reglurnar séu samdar í og með til þess að bregðast við fjölgun þeirra mála þar sem að upp hafa komið ásakanir það að kjörnir fulltrúar brjóti þær reglur sem að starf þeirra gildi, og í rauninni þetta svona tilraun til þess að búa til einhvers konar aukið traust á milli þeirra sem eru valdir til þessara starfa annars vegar og þeirra sem velja þá hins vegar sem eru bæjarfulltrúar, sem eru bæjarbúarnir í okkar tilviki. Og svona gæti ég í sjálfu sér haldið áfram. Þetta eru sem sagt nokkur af þeim svona rökum sem að nefndi eru í þessu plaggi fyrir því að það sé æskilegt að menn taki upp eða komi sér saman reglur, siðareglur af þessu tagi. Nú, ef við horfum síðan bara hingað heim og veltum aðeins fyrir okkur hvernig mál hafa þróast hér, þá hefur það gerst á undanförnum árum að mjög margar fagstéttir og hópar hafa í rauninni tekið það upp hjá sér að setja siðareglur starf sitt. Við getum nefnt sem dæmi kennara, hjúkrunarfræðinga og heilbrigðisstéttirnar yfir höfuð, blaðamenn og ýmsar fleiri stéttir sem að ég gæti hér talið upp undir þessum hatti. Og núna, sem sagt upp á síðkastið, hefur síðan opnast þessi umræða það hvort að æskilegt sé og hvort ekki sé æskilegt að kjörnir fulltrúar, stjórnmálamenn hér á Íslandi, komi sér upp reglum af þessu tagi. Stjórnvöld, skulum við segja frekar. Og sú umræða hefur birst á nokkrum stöðum. Hún hefur birst í stjórnarráðinu þar sem að nú liggja fyrir drög að reglum eða siðareglum fyrir ráðherra og starfsmenn ráðuneyta. Hún hefur birst hjá sveitarfélögum sem að eru að byrja þessu umræðu, og eins og þið vitið þá hafa 2 sveitarfélög nú þegar samþykkt siðareglur. Það Kópavogur annars vegar sem var fyrsta sveitarfélag til að gera þetta, og Reykjavík hins vegar sem kom í kjölfarið, en umræðan kannski hófst hins vegar þar meðal sveitarfélaganna. Og það svolítið athyglisvert þegar maður horfir á þessar reglur sem hafa verið samþykktar og þessar 3 útgáfur sem ég nefndi, að það svolítið munur á því hvaða leið menn fara með þær. Hvað varðar Kópavog, þá eru menn þar að setja reglur sem að sameiginlega gilda kjörna fulltrúa og ráðna stjórnendur. Hvað hins vegar varðar Reykjavík, þá ná reglurnar eingöngu til kjörinna fulltrúa, og hvað varðar reglur þær sem hafa verið kynntar af hálfu ríkisins, að þá þær, eins og ég nefndi áðan, reglur sem ekki ná til alþingismanna heldur til ráðherra annars vegar og starfsmanna ráðuneyta eða stjórnarráðsins hins vegar. Og þetta þá eitt af því sem við þurfum kannski aðeins að hugleiða og velta fyrir okkur, ef við á annað borð teljum æskilegt að setja okkur reglur af þessu tagi. Hvers konar reglur eiga við hér hjá okkur? Í umræðum stjórnsýslunefndar þetta mál þá voru menn nokkuð samhljóða það að telja að hér væri eðlilegt og æskilegt að setja reglur kjörna fulltrúa. Og sú afstaða helgast ekki síst af því að þegar litið á ýmsar reglur og samþykktir Akureyrarbæjar, reglur og samþykktir eins og reglur ábyrgðarmörk og starfshætti stjórnenda, samþykkt stjórn Akureyrarkaupstaðar, samþykkt hlutverk stjórnenda hjá Akureyrarbæ, mannauðsstefnu Akureyrarbæjar og síðan samþykktir fyrir einstaka nefndir, að þegar öll þessi plögg eru skoðuð, þá í rauninni í þeim að finna siðareglur fyrir starfsmenn eða ráðna starfsmenn og stjórnendur hjá Akureyrarbæ. Og það var alveg hægt að draga saman úr þessum samþykktum sem ég nefndi ágætis svona siðareglu plagg fyrir starfsmenn. Hins vegar þetta ekki nærri eins ítarlegt og ekki nærri eins nálægt því að vera fullnægjandi þegar kemur að kjörnum fulltrúum. Þannig að þetta var nú umræðan sem við tókum málið í stjórnsýslunefnd og niðurstaðan að þörfin var í miklu brýnni þegar kemur að því að horfa til kjörinna fulltrúa heldur en starfsmann.
Nú á fundi stjórnsýslunefndar í síðustu viku var málið til umræðu og afgreitt með þeim hætti að það var samþykkt að skipa 3 manna vinnuhóp og í honum sitja 3 bæjarfulltrúar hér inni, það er að segja undirritaður Sigrún Björk, formaður bæjarráðs og forseti bæjarstjórnar og Kristín. Og hugmyndin er svo að þessi hópur setjist niður og leggi til drög eða leggi fram drög að reglum fyrir kjörnarfulltrúa á Akureyrarbæ. Og svona umræðan hér er hugsuð sem nokkuð konar veganesti fyrir hópinn inn í þessa vinnu og svörin við þær spurningar sem ég held að sé æskilegt að við fáum svör við frá bæjarfulltrúum, þeim sem að vilja tjá sig þetta mál, er í fyrsta lagi spurningin þessi almenna opna spurning, telja bæjarfulltrúar ástæðu til að Akureyrarbær setji sér sérstakar siðareglur fyrir kjörna fulltrúa. Í öðru lagi eru bæjarfulltrúar á þessu stigi málsins með einhverjar ábendingar atriði sem þeir telja mikilvægt að sé hluti af reglum af þessu tagi. Og í þriðja lagi eru bæjarfulltrúar sammála þeirri umræðu eða þeirri svona afstöðu sem stjórnsýslunefnd tók á síðasta fundi sínum að reglurnar ættu fyrst og fremst að taka til kjörinna fulltrúa. Nú, ég óska bara eftir viðbrögðum við þessu hér og góðum umræðum. Það er ekki hugmyndin að bóka neitt sérstaklega þetta mál hér á þessum fundi, heldur lítum við svo á að umræður málið verði veganesti vinnuhóps sem að síðan mun vonandi skila sér endanlega í tillögum að reglum sem koma þá aftur til umræðu hér síðar. Takk fyrir. Orðið er laust undir 5. lið. Kristín Sigfúsdóttir tekur til máls. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég held að sé ansi merkilegt að skoða þessar reglur allar og bera þetta saman við það sem við höfum áður sett upp eins og fyrir starfsreglur og hvernig við höfum skipulagt einmitt í mannauðsstefnunni og sett upp á svo víðtækan hátt ýmsar reglur hvernig við skulum starfa og bera okkur að. Ég var að skoða siðareglur sveitarstjórnarþings Evrópuráðsins fyrir kjörna fulltrúa í sveitar- og héraðsstjórnarstigi. Ég var að veltaði fyrir mér að þar er tekið fram einmitt að það sé sambandið sé með leyfi forseta. Það sé sannfært að siðareglur eða slíkar reglur eigi að taka til allra starfa kjörinna fulltrúa eftir því sem hægt er. Og það er ekki nóg að það sé bara til starfa bæjarfulltrúa þar sem hann er að vinna í sínum bæjarstjórnarstörfum, heldur allra starfa sem hann sinnir. Og ég býst nú ekki við að það skarist á siðareglur kennara og svo siðareglur bæjarfulltrúa þegar það kemur. En það er sérstaklega tekið til að það sé samskipti, það verður að skapa andrúmsloft sem byggja á trausti. Samfélagið verður að leggja áherslu á hlutverk borgarana og fjölmiðla til þess að ná trausti borgarana. Og það er mikið talað siðareglur einmitt blaðamanna og fjölmiðlamanna. Og það er sem sé hvað maður þá segir og hvað maður segir ekki og hvað maður gerir og hvað maður gerir ekki auðvitað. Það er margt athyglisvert að skoða hér og það er meðal annars tekið fram að kjörnum fulltrúum ber að starfa af kostgæfni fyrir opnum tjöldum og reiðubúnir ætíð að axla ábyrgð sem fylgir ákvarðanatöku. Nú það er merkilegt að ég skoðaði líka að frambjóðendur þeir skulu reyna að tryggja sér atkvæði með engum öðrum hætti en rökföstum samfæringarkrafti og umræðu. Það er tekið margt dreip þá ýmislegt hér. Og svo kemur annað sem er merkilegt og ég finnst að við þurfum að skoða líka. Það eru takmarkanir og heimild til að gegna 2 eða fleiri stöðum samtímis. Það er að segja, kjörnir fulltrúar skulu fara að öllum gildandi reglum sem takmarka það að þeir gegni samtímis 2 eða fleiri pólitískum stöðum. Og ég geti nú trúað að þó maður væri einhvers staðar varaformaður í miðstjórn eða einhvers staðar að við verðum að finna hvar við eigum að skilgreina þetta. Og ég held að við þurfum að skoða þessar Evrópureglur því ég held að það eigi nú ekki við í kannski okkar svona fámennars samfélagi.
Og líka það að þegar hagsmuni að ræða, tilkynna nógu snemma einhver skyldleika eða hagsmunatengsl. Og þá ég veit að það mjög mikið lagt upp úr því að það sé tilkynnt og þá það ekki hægt annað að ganga að sneiða hjá að einhver staðar verði einhverjir hagsmunaárekstrar. Segjum bara til dæmis þegar þarf að kaupa eitthvað blikkverk og blikksmíði og það kemur besta tilboði frá Oddi. Að þó að hann gangi út af meðan verið að fjalla málið að þá sé það bara tilkynnt strax. Þarna greinilega hagsmunatengsl að ræða, það veit það allir og þá það bara upp á borðinu. Ég held við séum og gerum það á sjálfan, tilkynna þá sem eru með kannski, nátengdir einhverju sem hér inni og það bara ekkert við því að gera oft á tíðum og bara allt í lagi. Ég held við þurfum að skoða þetta mjög vel, það sé verk að vinna þar. Ég hlakka bara til að skoða þetta og einmitt held að sé upplagt og gott að fá ábendingar. Ekki fleira sinni, takk fyrir. Næst tekur til máls Gerður Jónsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri spurði þarf siðareglur og ég velti þessu líka fyrir mér. Við erum svo gjörn að setja alls konar reglur og höldum að þær bæti ástandið en svo breytist ekki neitt. Nú hafa það bil, rúmlega 40 félagasamtök sett sér svo kallaðar siðareglur. Og þegar maður fór í gegnum þetta og reyndi svona að skoða þá get ég ekki séð að það hafi breytt mikið allavega út á við hvernig fjallað mál og annað því þó að þessar siðareglur hafi komið. En þetta ekkert nýtt fyrirbrigði, þetta frá því bara á 16. öld, þá fóru menn að tala þetta. Og ég held nú að siðareglur hafi nú gilt hér alveg frá örófi alda og öll við með einhverja siðareglur inn í okkur og mismunandi eftir þjóðum. Það sem okkur finnst ágætis siður og venja hjá okkur, það finnst einhverjum öðrum bara alveg út í hött. Og ég veit ekki, það getur vel verið að menn þegar þeir vita af þessu reglum að það skoðir hug sinn betur þegar kemur að ákvarðanatöku. En mér finnst þessar reglur sem ég las þarna yfir, þær bara að endurspegla það sem maður getur kallað heilbrigða skynsemi. Og svo náttúrulega má deila það hvað það En ég skoðaði aðeins þessi 2 sveitarfélög, Reykjavík og Kópavog og bar þau saman, hvernig þau hafa sett sér siðareglum miðað við það sem að í þeim reglum sem að sveitarstjórnarþing Evrópu ráðsins hefur sett fyrir kjörna fulltrúa. Og mér fannst að það væri ekki tekið á þeim málum sem við kannski þurfum að taka. Mér finnst þessar reglur vera ansi almennar og eins og bæjarfulltrúi Kristín kom inn á hér áðan, þá voru það tveir liðir sem að ég ætla að minnast á hérna sem að stjórnsýslunefndin getur og því þar fjallað kosningabaráttu. Og með leyfi forseta, markmið kosningabaráttu frambjóðanda skal vera að veita upplýsingar og skýringar á pólitísku stefnumáli sínum. Frambjóðandi skulu ekki reyna að tryggja sér atkvæði með öðrum hætti en rökföstum sannfæringarkrafti og umræðum. Sérstaklega skulu þeir ekki reyna að ná atkvæði með því að ófræja aðra frambjóðendur og með því að beita ofbeldi og eða hótunum. Með því að eiga við kosningaskrár og eða niðurstöðu talninga atkvæðaseðla eða með því að hygla einhverju með að gefa loforðum slíkt. Svo mörg voru þau orð. Eigum við að taka upp, ef við tökum upp siðareglur hér, eitthvað kosningabaráttu? Ég hef nú ekki trú að því við þurfum að hafa inn í því að beita ofbeldi. Ég held að þetta eigi nú við, allavega ekki megin þorra okkar. En ætlum við að taka á þessum málum líka? Ég held við eigum að gera það. Ég held að þar eigum við að byrja og þeir sem að fara í kosningabaráttu og þeim sé gott að hafa eitthvað svona til halds og trausts. Hvort
hvorki Kópavogur eða Reykjavík taka á þessum málum. Þetta er ekki minnst á kosningabaráttu. Það er heldur ekki minnst á, eins og bæjarfulltrúi Kristín kom inn á, með þessar takmarkanir í fleiri en eitt störf. Og mér langar að lesa það alveg hér, með leyfi forseta. Takmarkanir á heimild til að gegna 2 eða fleiri stöðum samtímis. Kjörnir fulltrúar skulu fara að öllum gildandi reglum sem takmarka það að þeir gegni samtímis 2 eða fleiri pólitískum störfum. Kjörnir fulltrúar skulu ekki gegna öðrum pólitískum stöðum þegar það hindrar þá í að gegna störfum sín sem kjörnir fulltrúar. Þeir skulu ekki heldur gegna störfum, taka við kjörnu umboði, starfi eða opinberu stöðu sem fellur í sér eftirlit með þeirra eigin störfum, sem kjörnir fulltrúar eða ef þeim er sjálfum sem kjörnum fulltrúum ætlar að fara með eftirlit með þeim. Hefði maður á þessu kjörtímabili og gengnum kjörtímabilum bæjarfulltrúa hagað sér öðruvísi ef að þetta hefði komist inn? Og það er líka sem ég finnst þarna, sem er svolítið óljóst eða það er loðið, sem takmarka það að þeir gegni samtímis 2 hlutverkum. Takmarka, hver er takmörkun á að menn gegni 2 hlutverkum? Sumir geta komast yfir miklu meira heldur en aðrir. Þannig að þetta er eitthvað sem finnst mér orðalagið óljóst. Nú við vitum dæmi þess að menn bara víðsvegar land eru sveitarstjórnarmenn og sitja á Alþingi. Mundi það breyta ef að þetta kæmi inn? Er það, sem sé samræmist það ekki samkvæmt þessum Evrópureglum? Nú ef að fer fram sem horfir að þá þurfum við sjálfsagt að undirgangast þessar reglur innan einhvers tíma. Nú síðan er þetta með eftirlitshlutverkið, að menn geti ekki setið beggja vegna borðsins og það er svolítið erfitt til dæmis litlum sveitarfélögum, bara eins og Akureyri. Það hefur margoft lent í því að bæjarfulltrúar eru beggja vegna borðsins. Því getum við ekkert neitað og við höfum bara treyst þessu fólki sem þar hefur setið að það taki réttsýnt á málum. En er þetta eitthvað sem að við þurfum að skoða? Og þetta þurfa þá þeir sem að fara í pólitík og gefa kost á sér, þeir þurfa að vita þetta fyrirfram. Ef að einhver í opinberri stöðu, segjum bara yfirmaður hjá ríkisfyrirtæki, hann langi til að fara í pólitík á Akureyri og hafi eitthvað með það þá að gera það sem gerist inn í bæjarstjórn. Hann verður kannski að gera það upp fyrir sig áður hann fer í prófkjöri eða kosningu, hvort hann ætla að halda eða sleppa. Þetta held ég þurfi líka að skoða. Þær eru mjög ítarlega þessar reglur og ég athugaði hversu oft þetta orð siðareglur kæmi fyrir á vef Akureyrarbæjar. Einu sinni þar sem stendur hæfis- og siðareglur. Það var nú meira til gamans gers, en það er náttúrulega margt í reglum sem við höfum sett okkur, skrifuðum, óskrifuðum, kjörnum fulltrúum og starfsmönnum sem að segja okkur að vinna að heilindum og það held ég að allir geri. En ég styð það mjög að við vinnum í þessum reglum. Þær geta aldrei leitt neitt held ég verra af sér, hvort þær verða til bóta. Það er svo aftur annað mál en allavega von mín. Næst tekur til mál Sigrún Stefánsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar til þess að fagna því að þessi vinna sé farin á stað hjá stjórnsýslunefnd. Ég held að það sé nauðsynlegt og tímabært að fara í þessa vinnu og ég persónulega tel það til bóta að setja á siðareglur. Ég hef stundum lent í því sjálf síðan ég var bæjarfulltrúi að vera í þeirri stöðu að vera vanhæf. Það hefur ekki gerst oft en það hefur gerst og þá hefur mér þótt að til bóta að það séu til reglur
hæfi eða vanhæfi og ég held að það verði alveg sama með þessar siðareglur. Öll lendum við einhvern tíman í einhverjum aðstæðum sem við þurfum að velta því fyrir okkur hvernig eigum við að hafa okkur og hvernig skal taka á málum og ég held að allavega fyrir suma bæjarfulltrúa sem að vilja gera hlutina rétt, þá held ég að það sé til bóta að hafa þessar siðareglur. Og ef við segjum bara ef við horfum á siðareglunar og kjörna fulltrúi fyrir hjá Reykjavíkurborg, þá er 7. liður, það er trúnaður. Í sumum nefndum þá er skrifað upp á þagnarskyldu, en það er alls ekki allstaðar, en það er nú eitt sem við lendum öll í að þurfa einhvern tíman eða fáum einhvern tíman inn á borð til okkur mál sem að flokkast undir þagnarskyldu og þá er líka gott að vera með þetta á hreinu. En já, svo fyrsta spurningin svar við henni hjá mér, já, það er ástæða til að setja siðareglur og ég held að það sé til bóta. Hvort á að fara út fyrir kjörna fulltrúa og tilvonandi fulltrúar eigi að flokkast þar undir, ég er svo sem ekki búin að mynda með skoðun það, en siðgæði í kosningabaráttu, ef að það kæmist á betra siðgæði í kosningabaráttum þá væri það til bóta, en ég er ekki alveg viss að við eigum að fara alla þá leið því að við erum þá að binda þá sem að kannski mögulega aldrei verða í þeirri stöðu að verða bæjarfulltrúar. En hvað varðar að reglunar nái til kjöruna fulltrúa og embættismenna, þá held ég að við eigum að setja okkur reglur kjörna fulltrúa eingöngu. Ég tel að það séu ýmsar reglur til innan okkar kerfi sem að má flokka undir siðareglur embættismanna. Þeir eru með það eru til miklu fastmótaðar reglur þeirra störf og framgöngu og framkomu, svo að ég held að við ættum að halda okkur við það að gera þetta einvörðungu fyrir kjörna fulltrúa og líka er ekki þar með sagt að það séu sömu reglur sem gildi fyrir báða aðila, bæði kjörna fulltrúa og embættismanna. Við erum mismunandi starfsvið svo að það er ekki vissum að sé öllum tilfellum samhljómur þarna á milli. En ég vil bara fagna því að þetta sé komið á og það er ýmislegt, allavega segi ef við tala út frá mínu sjónarhóli þá held ég að þetta sé eitthvað sem ég myndi styðjast við og ég hugsa að flest allir myndi einhvern tíman, þetta var rætt á bæjarmálafundi hjá okkur í gær og það urðu líflegar umræður gjafir og fríðindi. Hvað eru gjafir og fríðindi? Hver lendir ekki í því að vera einhvern tíman fá gefins bók eða fá hvað eru gjafir og fríðindi og hófleg? Það eru svona mismunandi mörk, sumir líta á háar upphæðir sem lágar upphæðir sem eru háar upphæðir í augum annarra. Þetta er líka eitthvað sem hefur verið rætt á mínum vinnustað, hvað eru hóflegar gjafir. Í atvinnulífinu þá er oft verið að gefa gjafir og hvað eru hóflegar gjafir. Þetta er eitthvað sem er mjög gott að ræða. Hvar á að setja mörkin? Hvar eru komin út fyrir þessi mörk? Svo þessi umræðan þetta allt er til góðs. Velta þessu upp, hvað er eðlilegt, hvað er óeðlilegt, hvenær eru komin út fyrir mörkin. Svo ég held að ég styð það eindregið að þessi vinna verði unnið áfram. Forseti óskar eftir að taka til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ástæðilega að taka undir það að umræðan þetta er góð og gild og að mínum mati er þetta verkefni hið ágætasta og ég held að við ættum að reyna að hafa svolítið hraðar hendur en að ljúka þessu fyrir vormánuði, fyrir 1. mars til að mynda. Þetta hefur töluvert rætt líka á vettvangi samband sveitarfélaga og þar var niðurstaðan svo að sambandið myndi ekki fara sjálft að gera staðlaga reglur fyrir sveitarfélögin í landinu eins og ólíka eins og þau eru. En hins vegar sjáum við að við munum sjálfst enda með á vormánuðum einhverjar 40-50 tillögur á siðareglum. Kannski hver og ein svona bergmál af hverju annarri og allt tengist þetta saman og misjafnlega svona þær áherslur og svona hvað fólk gerir þetta ítarlega í hverju sveitarfélagi fyrir sig. En að mínum mati erum við þarna að skrifa niður þau svona sameiginlegu gildi sem bæjarfulltrúar geta sameinast og haft að leiðarljósi og þetta þarf að vera skiljanlegt, gegnsætt og skýrt og algjörlega laust við að það sé hægt að túlka þetta á einhvern mismunandi hátt.
Á vettvangi sambandsins var jafnframt rætt það hvort að sambandi ætti að setja upp einhvers konar siðanefnd. Það var fallið frá því að mönnum fannst það rauninni vera eða gæti orðið mjög ankannalegt þegar að pólitísk kjörnir fulltrúar á vettvangi sambandsins færu að ræða hegðun eða misgjörðir einstaka sveitarstjórnarmanna út landið, að það verður ekki gerlegt. Þannig að hugmyndin með þessum reglum fyrst og fremst að hafa þetta sem leiðarljós, sem svona stuðning við starf hins almenna bæjarfulltrúa. Við þurfum líka að gera upp við okkur hversu langt við göngum, hvort að við göngum alla leið í nefndafólki okkar, bæjarfyrirtæki, samstarfsverkefni sveitarfélaga, byggðasamlögin, öll því ótal verkefni sem bærin á hluta að, og hefur skipað fólki sem oft á tíðum ekki kjörnir fulltrúar þar til verka. Þannig að það ýmislegt sem að þarf að gæta að. Við erum bundin af stífum lagaramma varðandi frá sveitarstjórnarlögum og hæfisreglunar eru þar, eins af okkar bæjarmála samþykkt sem að vísu ekki mikið kveðið á svona hérna siðferðilegu hlið þessa starfs. En síðan erum við líka með reglur ábyrgðarmörk stjórnenda sem er mjög ítarlegt plagg og þrátt fyrir að orðið siðareglu finnist ekki ofta á vef Akureyrarbæjar, þá engu að síður fjalla það á mjög mörgum stöðum eins og bæjarstjóri greindi á í sínu inngangserindi. Og til að mynda í mannastefnu nýsamþykktu er langur kafli rauninni réttindi og það sem ætlast til af okkar starfsmönnum í sínu starfi, og þar föllum við bæjarfulltrúar undir þrátt fyrir að vera kjörnir fulltrúar tímabundið. Nú, hvað varðar hugmynd bæjarfulltrúar Gerðar Jónsdóttur kosningabaráttuna, þá held ég að sé nauðsynlegt að taka þessa umræðu. Ég set hins vegar spurningamerki við að við erum að samþykkja hér eða munum samþykkja hér í mars eða apríl siðareglur fyrir kjörna fulltrúa, þeir sem ekki eru orðnir kjörnir fulltrúar. Það ekki flokkana einhvern veginn að stýra þeim siðvenjum og áherslum sem að þeir vilja stýra? Ég velti fyrir mig hvað getum við gengið langt í að láta menn fara eftir þessum reglum sem við eigum eftir að gera. Menn eru tíðrætt siðareglur Evrópusambandsins sem eru afskaplega ítarlegar. Það var nú gaman þegar við erum komin í hreppinn og sýslana með bellu og skóni. Þá var það nú sennilega einhver öðruvís að litast hér á bæ. En ég held að umræðan þessar reglur, eigum svo eftir að sjá hvernig þessi vinna vinnst, en umræðan hún kannski það mikilvæga í þessu, að ræða okkur niður á það sem við ætlum að gera. Og koma því svona skiljanlega til skila, þannig að það sé engum vafa undirorpið eftir hvaða reglum og eftir hvaða áherslum og gildum við ætlum að vinna í framtíðinni. Næst tekur til máls Elín Margrét Hallgrímsdóttir. Forseti, góðir bæjarfulltrúar, þetta áhugaverð umræða hér og það kannski, maður byrjar á að velta sér fyrir sér af hverju þetta nú í deiglunni núna. Jú, við vitum það var hér ákveðið siðrof í þjóðfélaginu, má kannski segja, fyrir rúmi ári síðan. Síðan hefur verið mikil umræða þessi mál og síðast bara á þessum þjóðfundi sem var og hefur framkomið að þar var mikil áhersla á heiðarleika. Þannig að það árðanlega mjög þarft að við setjum þessar reglur og ég tel nú að þær eigi að vera skýrar og einfaldar, ekki allt of flókið og ekki vera þá mér nú svona meiri hætta á að það verði erfiðara bæði að fara eftir þeim og þá líka spurning og hvað svo. Nú, ég tel líka að það eigi að vera ákveðnar reglur bara fyrir kjörna fulltrúa. Og ég sé nú engan veginn að það sé hægt að fara að blanda fólki sem í kosningabaráttu í þetta. Mér finnst það nú vera að seilast ansi langt, sko. Ég held að við getum ekki tekið okkur slíkt alræðisvald. Flokkarnir verða auðvitað að setja sínum fólki bara reglur og hvort sem það eru siðareglur eða eitthvað annað. Mér finnst það alveg fráleitt að Akureyrarbær fara að gera það. Já, og mér finnst sem sagt að þetta eigi að vera sérreglur fyrir kjörna fulltrúa. Nú varðandi það að gegna fleiri stöðum, ég vil nú líka aðeins sko, þannig nú
aðeins að horfa til okkar litla samfélags að þar eru auðvitað í minni samfélögum þá gegnir fólk fleiri stöðum og mikilvægara víðar. En aðalatriðið auðvitað bara að fólk sé ekki að misnota vald sitt eða aðstöðu. Það það sem skiptir miklu máli og þetta líka þá kannski svona ákveðið aðhald fyrir okkur öll. Þannig að ég bara fagna þessar umræðu og tel að við eigum að velta þessu vel fyrir okkur og síðan að eins og fram hefur komið að setja okkur þetta fyrir vorið að klára þetta. Takk fyrir. Næstu tekur til máls Ólafur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, eflaust þetta hið þarfasta verk og mér líst ágætlega á það verkferli sem að stjórnsýslunefnd hefur lagt upp með í þessu máli og bæjarfulltrúi Hermann Jón Tómasson kynnti okkur hér áðan. Ég held að við eigum nú að vinna þetta hægt. Ég hef komið að gerð siðareglna hjá stéttarfélagi. Það var skemmtileg vinna, við leituðum þar aðstóðar siðfræðings og ég held nefnilega stór hluti af þessu máli að menn gangi gegnum ákveði ferli þar sem menn velta upp þó að þetta sé með svipuðum hætti hjá öllum, hvort það eru stéttarfélög, sveitarfélög eða slíkt. Þannig að mér þetta ekki, það svona ábending að minni reynslu allavega til þessa vinnuhóps að menn á einhverju stigi leiti til slíks fagaðila. Ég held samt og tek undir með bæjarfulltrúum sem hafa nefnt það hér að við megum passa okkur að hafa þessar reglur ekki of ítarlegar, þetta megi ekki vera einhvers konar verklagsreglur. Og við megum heldur ekki senda út til okkar umbjóðenda einhver óljós skilaboð. Ég sá svona varðandi til dæmis siðareglum Reykjavíkurborgar varðandi upplýsingar. Við erum með hlutina í ákveðnu ferli, kjósendur og okkar umbjóðendur hafa aðgang að okkur. Og ég held að við eigum að fara okkur þar dálítið hægt. Mönnum tírætt hæfi og vanhæfi. Hér hafa verið nefnt til ýmsar reglur sem snúa sveitarfélögunum og slíkt, en svo eru líka lög í landinu sem snúa stjórnsýslu. Mér finnst menn oft á tíðum ganga æðilangt í að telja sig vanhæfa. Við búum í litlu samfélagi, við verðum að taka okkur ábyrgð. Það eru samþætting í mörgu, vinskapur, skyldleiki, vinna á annað. Og við erum öll að vinna að hag sveitarfélagsins og okkar samfélags. Við horfum öll í sömu áttuna þó okkur deili á svona leiðirnar hverju sinni. Þannig að ég spurði einu sinni reyndan héraðsdómara sem búinn að var sem sagt dómari í dreifbýli sem býr við þetta ótrúlega þunga og erfiða nábýli og þurfa að taka á mörgum málum. Og hann sagði, ég túlka vanhæfisreglur þröngt og við eigum að gera það. Og við eigum ekki að stefna okkur í óefni með því að fara að setja hér reglur sem svona við erum að útilokka okkur í þessum efnum. Fólk sem að býður sér til kjörinna starfa fyrir sveitarfélög, þetta vex ekki á trjánum. Við vitum alveg hvernig þeim málum háttað. Þannig ég legg til að mun fara varlega þar. Hins vegar, á þess að ég hafi skoðað málið ofan í kjölinn, fannst mér athyglisvert það sem bæjarfulltrúi Gerður Jónsdóttir sagði hér varðandi kosningabaráttu. Ég held að ég er ekki þar með að segja að það eigi að vera inni. Ég held að við eigum, ef við förum í þessa vinnu, að skoða það líka að þeirri ástæðu að við sjáum til dæmis fjölmiðla. Við horfum nokkur ára aftur í tíma þessum fjölmiðla sögðu við erum 5. valdið, við erum upplýsingin og við annað. Við sjáum núna gjörsamlega hvernig fjölmiðlarnir standa með allt niður sig. Við erum eitt stórt spurningamerki held ég flest okkar hvað varðar hlutverk þeirra og skyldur í samfélaginu. Og við stöndum fyrir því kjörnir fulltrúar, sum okkar bara í daglegum störfum að við erum að mæta fjölmiðlum og oft snúið hvernig menn snúa svo út úr hlutunum eða mæta því sem að þar blasir við manni. Þannig að kannski ekki síst með tillit til fjölmiðla og þeirra miðla sem eru í gangi. Það eru margar stöðvar að koma sem allt í einu dúkka upp, detta niður, eru kannski ekkit mjög vandara virðingu sinni.
Þannig að ég vil ekki útiloka þann þátt. Takk fyrir. Næst tekur til máls Helena Karlsdóttir. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég tel að þessi umræða sem við erum að fara hérna í gegnum sé mjög þörf. Ég er mjög hlynnt í að settar verði siðareglur vegna þess að það er veita ákveðið aðhald og tryggja fagmennsku. Ég er sammála því sem að hér hefur komið fram að það á að gera greinamun á kjörnum fulltrúum og stjórnendum hjá Akureyrarbæ. Við erum með samþykktur hlutverk stjórnenda bæjarins og þar koma fram margar þessara siðareglna sem við erum að sjá í reglum almennt og ég held að það dugi. En hins vegar finnst mér bara sjálfsagt að það verði skoðað í þeirri vinnu sem framundan hvort það sé þörf á því. Nú, við heyrum að það er kallað eftir í samfélaginu að fólk vill breytt viðhorf, vill breytt siðferði og síðasta og nýjasta og stærsta kannski dæmið það er þjóðfundurinn. Það sem að þáttakendur þar kölluðu eftir bættara siðferði, meiri heiðarleika, virðingu og trausti. Og akkurat það að setja siðareglur, ég held að það er allan að mín skoðun að slíkar reglur þær eru til þess fallnar að auka traust, virðingu, fagmennsku, gegnsæi, heiðarleika og komið veg fyrir spillingu. En þær verða samt sem áður alltaf almennt eðlis, sérstaklega í því ljósi að siðferðisvitund manna er mismunandi og menn gera mismunandi kröfu til sjálfsins. En þær eru hins vegar ákveðin leiðsögn það hvernig rétt hegðun við ýmsar aðstæður sem að upp kunna að koma. Þannig að markmið með slíkum reglum ætti að vera það og þær getum þá háttsemi sem að ætla sig til þess að kjörnir fulltrúar sínu og hverjar háttsemi íbúðum með að búast við. En reglur koma hins vegar ekki í veg fyrir lög sem fyrir eru og eins og bæjarstjóri kom inn á þann þá eru siðareglur hrein viðbót við lögareglur sem fyrir eru. Þegar siðareglur eru settar og þá vil ég taka til sem dæmi þessar reglur sem bæði Kópavogsbær og Reykjavíkurborg hafa sett sér. Ég vil setja spurningamerki við það hvernig eftirliti er háttað og hvernig ákvörðunarvald það er háttað þegar að brot á siðareglum er að ræða og hvaða afleiðingar brot á siðareglum hverju þær eru. Það hefur verið minnst hérna á siðanefnd. Það er hins vegar ágætis dæmi en það þarf að velja ofsalega vel í slíkar nefndir og helst þyrfti að vera utanaðkomandi aðilar en ekki fulltrúar í sveitarstjórnum vegna þess að það getur orsakað ákveðna hagsmunaárekstra. Nú ef ekkert er aðgert og ekkert eftirlit er haft þá er henni verið að höfða til siðferðisvitundar fólks og eins og hún er nú mismunandi þannig að túlkunin getur þá verið mismunandi og þá er hins vegar spurningum það líka hvaða tilgang hafa þá slíkar reglur. Ef maður skoðar aðeins þessar reglur í Kópavogsbæjar og Reykjavíkurborgar þá kemur í ljós að það er ekkert í þeim reglum sem að er talað hvað gerist ef menn fara út fyrir þessar reglur. Það er reyndar í báðum þessum tilfellum það er fyrir hendi stjórnsýslu eftirlit sem er svo gott og gilt og ég held að það sé ágætis aðferð til að allavega fyrir þá það eftirlit til að halda utan þessar reglur og halda utan þessi mál en máli vandast þegar að kemur að eins og hefur verið nefnt hérna varðandi gjafir og fríðindi. Hvenær telst gjöf, hvenær er þetta fríðindi? Þetta er huglægt mat og kannski væri ráð að miða við skilgreiningar í lögum skattamál það hvenær gjafir teljast óverulegar og hvenær ekki. Það er í reglunum frá Kópavogsbæ þá er verið að tala einmitt gjafir og fríðindi en þá þarf að tilkynna slíkt en það er ekkert talað það hvert á að tilkynna og það er engin, kannski er hugsanlega stjórnsýslu eftirlitið en það kemur ekkert fram. Það er líka tekið á því að kjörnir fulltrúar upplýsi almenning setur í stjórnum í fyrirtækjum og opinberum félögum. Ég held að það sé mjög vert að skoða þetta líka fyrir fulltrúa í bæjarstjórn Akureyrar að þeir geri þá grein fyrir
sínum málum alveg með sambærilegum hætti og gert er á Alþingi. En þessar siðareglur, þær eiga líka komið veg fyrir hagsmunaárekstra, eins og mikið hefur verið talað hérna. Að það þarf að koma veg fyrir að hagsmunaárekstra verði í störfum kjörinna fulltrúa og þess vegna er mjög mikilvægt að vanhæfniskafli stjórnsýslulagana sé í heiðri hafður. Af því bæjarfulltrúi Ólafur Jónsson vitnaði í héraðsdómara og hann taldi að það ætti að túlka ákvæðinu vanefndi þröngt og ég er í því hjartanlega sammála. Ég er líka sammála því sem kom fram í máli bæjarfulltrúa Kristínar það að hugsanlega erum við að nota og beita vanefnda úrræðunum allt of sjaldan. Því að þó að Akureyrarbær sé nokkuð stórt sveitafélag, með við íslenska mælikvarða, að þá reynir á þessi ákvæði ekkert síður heldur en í smærri sveitafélagunum. Og það er þá betra ef það er minnsti vafi að viðkomandi sé vanhæfur, að hann víki sæti því að það er alltaf einhver fulltrúi sem getur tekið sæti hans í viðkomandi máli. En ef við ættum að hafa þetta í huga þegar við erum að taka á málum, það er betra að byrgja brunnin og frekar þá víkja sæti ef það er einhver vafi, heldur en að fá þá á sig gagnrýni það að viðkomandi hefði átt að gera það vegna einhvers konar tengsla. Það hefur verið talað hérna kosningabaráttur. Ég er því hjartanlega sammála að bærinn á ekki að vera að setja slík ákvæði í siðareglur. Þetta er hins vegar hjá flokkunum og það hefur verið hjá okkur í Samfylkingunni í þeim prófkjörum sem verið hafa núna síðan 2005 að þá hafa verið settar siðareglur prófkjörsins og ég tel það bara mjög jákvætt því að það er mjög gott að hafa eitthvað til þess að styðjast við til að vísa þau í ef að prófkjörsbarátta fer úr böndunum. En það hefur eins og verið ekki komið til þess. Og að lokum, af því það hefur verið að tala líka að í þessum reglum frá Evrópuráðinu það að kjörnir fulltrúar gegnir fleiri stöðum en einni. Ef að bærinn ætlaði sér að fara að taka það upp, þá þurftum við líka alvarlega að hugsa það að bæjarfulltrúar verði í fullu starfi. Og svona að síðustu, þá er svona bara vangaveltur hvort að ef og þegar að siðareglur verða settar, að í upphafi hvers kjörtímabils að þá undirriti bæjarfulltrúar siðareglur það að þeir muni framfylgja þeim. Takk fyrir. Næstu tekur til máls Oddur Helgi Halldórsson. Já, forseti, góðu bæjarfulltrúar, mér var þetta strax í hug setning sem að fyrrverandi bæjarstjóri og bæjarfulltrúi til margra ára sagði stundum því einfalt ef flókið gengur. Við höfum ekkert verið laus beislu út í haga og haga okkur eins og við viljum. Þetta er allt saman til. Þessar reglur, það eru hæfisreglur og þær eru mjög skýrar og ég fullyrði það að það er ekki oft sem hefur verið vafi á þeim hérna að menn hafi verið að taka þátt í afgreiðslu sem hafa ekki verið hæfi til. Það eru mjög skýrar reglur. Við erum með sveitarstjórnarlög, við erum með almenna kurteisi, við erum með almenna skynsemi, við erum með samvisku. Það hjálpar okkur allt. Sumir eru með hreina samvisku ennþá, hún er ónotuð. En þetta var nú annað. Hvað segir í boðorðanum? Þú skalt ekki ljúga. Þú skalt ekki stela reiðhjóli náungaðins, eða hvernig sem þetta er. Þannig að þetta eru siðareglur út allt. Það sem ég óttast að þarna komi enn eitt plaggið. Þetta er næri við allt. Ég bara neita að trúa því að þetta sé vandamál hjá kjörnum bæjarfulltrúum og Akureyrar hafi verið það, eða kjörnum fulltrúum. Þess vegna skora ég á nefndina að hafa þetta nú bara stutt og skorinort. Ég legg til svona cirka 1 A4 blað, öðru megin með stóru litri. Að lokum, eitt sem má vera í þetta mín vegna, það er það að menn taki hagsmuni bæjarins fram yfir flokkshagsmuni. Næstu tekur til máls Hjalti Jón Sveinsson.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar til að nota tækifæri að leggja aðeins orð í belg. Við erum mjög fylgjandi því að veri settar einfaldar siðareglur og ég er nú með hérna í höndunum siðareglur kjörinna fulltrúa í Reykjavíkurborg og þær eru ekki margar og þetta eru einungis nokkri liðir og fjalla náttúrulega svona sjálfsagða hluti eins og starfskyldur, hagsmunaárekstra, gjafir og fríðindi, trúnað, stöðuveitingar og svo framvegis. Hins vegar vantar inn í þetta hver viðurlögin eru ef fólk brýtur þessar reglur og eins þarf náttúrulega verið eitthvað siðanefnd eins og var nefnd hér áðan. En hérna mér hefur nú virst það hér á Akureyri séð þannig að, og ég veit í flestu sveitarfélögum ef ekki öllum, þar eru farið eftir þessum sjálfsögðu reglum og höfða til almennrar skynsemi og almenns siðferðis. Og ég sé það til dæmis hérna varðandi stöðuveitingar í 7. grein, ef ég má lesa hérna 7. grein og siðareglum Reykjavíkurborgar. Kjörnir fulltrúar gæta þess að við stöðuveitingar hjá Reykjavíkurborg sé í hvívetna fylgt lögum og reglum og að einungis málefnalegar forsendur liggja að baki vali á starfsmönnum. Þetta er eitthvað sem ég veit að er öllum tilvikum farið eftir hér á Akureyri og þarf ekki að segja okkur það. Það er ekki að segja okkur það. Nú sama gildir náttúrulega ráningu og opinberum starfsmönnum yfirleitt, að það gildar sérstök lög og reglur það. Hins vegar hefur það verið í umræðu núna undanfarið að í ráðuneytunum í Reykjavík hefur verið núna undanfarið ráðnir yfir 40 starfsmenn án auglýsingar sem ég finnst mjög ámælisvert í mörgum tilvikum og ég var til með svar við það núna að það var verið að auglýsa vegna þess að það heyri til mínu málaflokki að auglýsa eftir ráðuneytisstjóra í mennta- og menningarmálaráðuneytið. Það var ekki kveðið á menntun og reynslu, þannig að margir hugsun sem svo, jæja, nú að fara að ráða pólitískt í þessa stöðu, en við vitum það að við eigum að fara eftir þessum sjálfsögðu lögum og reglum mannaráðningar. En þetta var nú bara smá innlegg í umræðuna, ég held að við ættum bara að koma okkur saman fáar og skýrar reglur hér að útandi. Takk. Orðið er laust. Það er Baldur Már Sigurðsson sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þegar ég var búinn að fara yfir siðareglurnar hjá Reykvíkingum og heim í Kópavogi og þeim siðareglum sem stjórnendur Akureyrarbæjar hafa, þá fannst mér nú einhvern veginn eins og væri best að vera bara heima og þegja og draga fyrir. En að sjálfsögðu þurfum við að fjalla siðareglur kjörinna fulltrúa sveitarfélagana og ég tek undir það sem kom fram áðan að það er að gera hafa þær skýrar og einfaldar svo þessi ekki þvælast fyrir manni. Að sjálfsögðu er lengi hægt að toga og teygja hugmyndir ábyrgð og valdmörk stjórnenda og bæjarfulltrúa og þess vegna er að gera að þetta sé skýrt og einfalt og fólk geti haft þetta til viðmiðunar við störfi þágu sveitarfélagsins. En markmiðin hljóta alltaf að vera þau að sveitarfélagið sé stjórnað af heilindum og eftir lögum og samþykktum bæjarfélagsins. Og þegar slíkar reglur eru settar þá þarf náttúrulega að fara yfir þær við og í takt við tíðaranda og ríkjandi hefðir. En best af öllu hlýtur nú samt að samviska hvers manns stjórni honum við störf sín í almannaþágu. Takk. Nú hér hafa allir bæjarfulltrúar tekið til máls og að lokum mun bæjarstjóri taka saman umræðuna. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, já, ég vil þakka góð og mikil viðbrögð við þessum efnisþætti eða þessum lið á dagskránni. Í rauninni ætla ég kannski ekki að fara tíunda eða bregðast við einstökum atriðum eða ábendingum sem fram komu. Þetta voru fullt af góðum ábendingum sem eru bara veganesti fyrir þann hóp sem hefur fengið það hlutverk að vinna þetta mál áfram.
Ég er sammála því að við þurfum helst að ljúka þessari vinnu svona á nokkuð góðum tíma, þar að segja, og þau tímamörk sem að nefnd voru 1. mars eða svo eru eitthvað sem við ætlum að huga áður en að ljúka þessu tímalega áður en að við förum að takast á í kosningabaráttu. En heilt yfir jákvæð viðbrögð við hugmyndinni, ýmsar ábendingar sem full ástæða til að taka tillit til, ýmis álitamál, megin tónni var náttúrulega sá að reyna að koma þessum reglum þannig fyrir að þær væru skýrar, einfaldar og á sama tíma að það kemi þar mjög glöggt fram hver væru þau megin gildi sem að við vildum starfa eftir og þetta verður verkefnið og við tökum þessu umræða nýju þegar að tillögur þessa hóps hafa verið lagðar fyrir stjórnsýslunefnd og síðan sendar hingað. Takk fyrir. Undir þessum liði er engin formleg bókun, þetta er aðeins greint frá umræður hafa átt sér stað og að þessar reglur komi aftur til samþykktar bæjarstjórnar á nýju ári. En dagskrá okkur er tæmd í dag og fundið slitið klukkan 17:10 og við undirritum fundargerð að loknum fundi.